Ja, Hjalti, 7 stiga tap fyrir KR í kvöld. Þetta var svona upplifun áhorfandans svona pínlítið eins og svona bara þyrftu að mæta og taka hennar leik. Já, ég er alveg sammála því. Reyndar KR-ingarnir hittu vel í fyrri hálfleik en að öðru leyti vantaði einhvern veginn bara svolítið orkuna og orkulevelið var rosalega bara lágt í leiknum, bara yfir höfuð. En svo bara í seinni hálfleik þá svona fara bæði liðin aðeins í gang svona, það verður aðeins meiri kýtingur og svona barningur en já, þetta var svolítið okkar leikur til að taka. Þeir eru að taka Justin James aftur inn núna rétt fyrir lok gluggans, núna síðustu mánaðamót. Hann á heldur betur dag hérna í kvöld. Það veit nógu gott fyrir framhaldið, svona framistur. Já, ég meina, þú veist, hann er að hitta svolítið í körfuna en við þurfum að fá meira flæði bara sóknarlega yfir höfuð. Gott sem að sé hann eða einhver annar, við erum á staðir og þú veist, við þurfum að nýta bara leikmennina okkar betur. Og já, rauninni. 5 umferðir eftir í úrslitakeppnina, er það ekki fínn tími fyrir liðið svo ykkar að pússa sig saman? Jú, ég meina, þú veist, við æfðum vel, þú veist, þessar 2 vikur og mér finnst við vera á mikið betri stað heldur en þegar við töpum móti Njarðvík og þú veist, þetta er mikið betri leikur heldur en móti Njarðvík til dæmis. Svona heilstýrtari leikur en það er 5 leikir eftir, ég meina við þurfum sigra, það er bara klárt mál og við getum ekki stólað á það að önnur lið fara að tapa einhverjum leikjum eða hvernig það er, við þurfum bara að hafa þetta í okkar höndum og vinna leiki. Kærar þakkir Hjalti og gangi ykkur vel.